Rannsóknin snýst síðbúnar afleiðingar eftir krabbameinsmeðferð hjá börnum. Og hvað þýðir það að hafa fengið þessa geisla eða hafa fengið þessi lyf í framtíðinni? Sum lyf geta haft áhrif á hjartað, önnur á nýru, geislar og til dæmis áhrif á heilastarfsemi, á innkirtlakerfið. Og oft eins og með innkirtlavandamálin að þau geta verið sambland, annarkvort maður með vandamál í skjaldkirtlinum eða heiladinglinum, en þau geta verið bæði og það mjög erfitt að komast að þeirri greiningu ef maður ekki með þau gleraugu á sér. Ein manneskja getur verið hjá innkirtlasérfræðingi, hjá hjartasérfræðingi og jafnvel hjá gigtarlækni, í sálfræðiviðtölum og svo þetta verður oft svo mikið. En hvernig hefur þetta síðan áhrif á hjarta þegar kemur að aldurstengdum breytingum eins og kransæðabreytingum og öðru slíku? Það í raun og veru þekking sem ekki til í dag. Og það líka mjög mikilvægt að fara í gegnum það, hvað var gert, hvaða afleiðingar, því að kannski fengu bara fyrst og fremst foreldrarnir upplýsingarnar á sínum tíma. Það getur verið eitthvað sem misskilst í meðferðinni, eitthvað sem þau heyra kannski sem börn og eru að velta fyrir sér. En að vera ung manneskja, að vera unglingsstelpa, að vera ung kona og halda það að þú getur í gegnum spöð, það til dæmis bara mjög, myndi ég halda, erfið reynsla. Og allir sem koma til okkar á móttökuna fá svona vegabréf þar sem við erum búin að taka saman hvað var gert. Þannig að það var tekið saman hvenær greindistu, hvaða krabbamein varstu með, hvað var gert, heildarskammtar, heildargeislar og hvar. Þannig að með því að gera það, að taka nákvæmlega hvað lyfin voru í miklu magni til dæmis og hvað geislarnir voru í miklu magni og hvernig, þá erum við komið með rosalega góðan grunn líka fyrir þessa rannsókn. Eins og núna þegar fólki hefur komið til okkur og við erum að upplýsa það með hver þarf að fylgjast, að ef þú veist ekki að þetta hættan og þú bara orðin móð og bara ákveðri lélu formi eða komið bjú á fætur og tengir það ekki, heilsugæslulæknirinn jafnvel tengir heldur ekki að því hann veit ekki söguna þína, að það með þessum hluta rannsóknarinnar og bara móttökunar erum við rauninni bara að upplýsa og líka leggja áherslu á að fólk náttúrulega hugsi vel sig og það líka tilgangurinn með þessari miðstöð að vera svona þekkingarmiðstöð í framtíðinni. Að þeir sem hafa gengið í gegnum meðferð sem barn geta alltaf haft samband ef eitthvað